Áttunda liður samfélagsbót, framkvæmdaleyfi. Þessi Stefán Þór Senna, Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér ræðir er sanngirnisbót framkvæmdaleyfi. Þetta 8. liður fundargerð skipulagsnefndar frá 11. september 2009. Þetta erindi dagsett 1. september 2009 þar sem Hörður Blöndal fyrir hönd Hafnasamlag Norðurlands sækir framkvæmdaleyfi til þess að fullgera fyllingu í sanngirnisbót sem sunnan innsiglingar í smábátahöfninni en norðan Ós Glerár. Umrædd fylling á skipulagsuppdrætti sem nú hefur verið staðfestur. Og skipulagsnefnd hefur yfirfarið umsóknina og telur að framkvæmdin sé í samræmi við skipulagsgögn og leggur til að bæjarstjórn að framkvæmdaleyfi verði samþykkt. Það engin óskilegt að taka til máls, þannig að ég byrja á bæjarstjórn og samþykkja framkvæmdaleyfi til Hafnarinnar, Hafnasamlag Norðurlands sem gera ekki. 11 voru samþykkja. 9. liður á dagskrárlið dagur umhverfisveiði 2009 og það Ragnar Sveinsson sem að fyrir máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, að ræða 9. lið fundargerðar skipulagsnefndar frá 11. september síðastliðnum sem hljóðar svo: Umhverfisnefnd vísar til skipulagsnefndar tillögu breytingar á reglum umhverfisviðurkenningar þess efnis að veitingu umhverfisviðurkenninga í flokki 2, þar að segja varðandi frágang og hirðingu lóða og athafnasvæða, verði hér eftir veittar á 2 ára fresti í stað árlega. Skipulagsnefnd samþykkir breytinguna fyrir sitt leyti og vísar erindinu til endanlegrar afgreiðslu bæjarstjórnar. Að ræða þegar þetta mál var lagt fyrir umhverfisnefnd á sínu tíma, þá var það ósk verkefnisstjóra umhverfismála að þetta yrði gert annað hvert ár vegna þess að þeir starfsmenn sem hér hafa haldið málaflokkin telja þetta sé of ört að gera þetta árlega, þó að það vissulega tekist ævinlega mjög vel til. Þá telja þeir að það verði markvissara og þetta verði meiri viðburður sé þetta gert annað hvert ár og það verði svona meiru að velja. Þannig að hvorki umhverfisnefnd né skipulagsnefnd hafa mælt þessu gegn, heldur þetta lagt hér fyrir bæjarstjórn til samþykktar eða umræðu. Ég get nú sem formaður umhverfisnefndar alveg tekið undir þessar óskir starfsmanna bæjarins, þó að vissulega sé þetta verkefni ávallt hvetjandi fyrir þá sem að byggja og fyrir þá sem að halda við sínum fínu görðum og fínu lóðum, taka til hjá sér, byggja upp, endurbæta. Þá held ég að það hefur vissulega hægt á framkvæmdum og byggingum í bænum í bili og auðvitað hægt að taka ákvörðun af þessu tagi aftur síðar. En þetta sem lagt hér fyrir bæjarstjórn. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi á tillögu sem hér liggur fyrir, og held ég að sé nú vert fyrir menn að hugsa það þegar lengra líður á árið og sérstaklega í upphafi næsta árs, hvort það ber ekki að endurskoða þetta. Ég held að þetta sé bara tilvalið verkefni fyrir bæinn að halda utan í því árferði sem að framundan er, hvetja menn til þess að taka þess til í kringu sig og svona hlúa því smáa. Ég held að það sé, og mín afstaða til þessar tillögu sem að hér liggur fyrir einfallega svo að það sé engin ástæða til að ganga gegn þeim samþykktum og tillögum sem að liggja fyrir frá viðkomandi fagnefndum, en hvet bæjarfulltrúa til þess að horfa til þess á næsta ári þegar að lengra og nær dregur eftir alveg ábyggilega þungan og erfiðan vetur og horfa frekar í þá smáu hluti sem að geta gert mönnum lífið bærilega. Forseti, góðu bæjarfulltrúar, þá er spurningin með praktískt atriði, ætlar að byrja 2010-2011. Nei, svona alveg gaman. Ég sé engan tilgang með að vera að fækka þessum niður annað hvert ár. Ég minnst bara hálf glemt. Ég vil bara segja það
Og ég á sama máli og bæjarfulltrúi Kristján með það. Ég ætla ekki endilega að fara hérna að greiða atkvæði gegn bæði skipulagsnefnd og umhverfisnefnd, en ég ætla ekki að greiða þessu atkvæði heldur. Mér finnst það bara miður, bara sagt ykkur það. Ég vissi ekki að það væri svona ægilega íþyngjandi fyrir þessar starfsmenn okkar að þeir geti ekki rúntækinu bæinn, og mér finnst það bara hálf klaufalegt að fara að gera þetta annað hvert ár. Hvað er að næst? Og næst þá bara kosningaári eða sama ára ólympíuleikarnir eða ég bara, mér finnst það bara klaufalegt. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúi Kristjáni Þór Júlíussyni að mér finnst engin ástæða til þess að ganga gegn nefndinni, ákvörðun nefndarinnar, en ég samt svona svolítið efins það að þetta sé eitthvað til bóta fyrir samfélagið að gera þetta sjaldnar, því að þetta hefur verið ákaflega skemmtilegt bæði að skoða garðana sem hafa fengið viðurkenningar. Þetta er hvetjandi fyrir bæjarbúa til þess að halda vel utan lóðurnar sínar og þeir leggja meiri metnað í umhirðu lóðana, sérstaklega þeir sem sumir leggja sig fram að fá þessi verðlaun. Svo svona sett spurningamerki við það hvað við græðum að þessu og hvað rök eru fyrir því að þetta sé verið að leggja þetta fram. Svo ég reikna með að ég sitji hjá við þessa afgreiðslu. Þetta er nú alveg ekki stórt mál sem ræðir og ég heyri þá á fólki að því finnst þetta að vera skref aftur á bak, og mér finnst alveg eðlilegt að við endurskoðum þetta bara og vísum þetta aftur til umhverfisnefndar og skipulagsnefndar. Það er alveg rétt sem hér hefur komið fram að það er alveg full þörf á vissulega þessu framtaki, en þetta voru svona, við vorum kannski að hlusta aðeins á raddir þeirra sem hafa verið að vinna við verkefni og taka tillit til þeirra, en við bara heyrum ofan í þessa viðkomandi starfsmenn aftur og sjáum svo hvað setur. Er það ekki? Bara góðlaust. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég held að við ættum nú að skoða þetta aðeins betur. Ég var nú aðeins að hugsa að það er nú verið að hvetja fyrirtæki og stofnanir til að setja sér umhverfisstefnu, og það var strax árið 1997 þegar var verið að hvetja til þess af fyrirtæki og stofnanir, og það er flokkur 2 sem það eru stofnanir, ekki? Fyrirtæki eða bæði. Já, Já, nema hvað að ég held að það sé ágætt núna einmitt þegar við erum nú að fara að jarðgera og við erum að keppast við að gera betur. Það finnst mér að eiginlega frekar í tekundir að klaufalegt líka að vera að taka þessa viðurkenningu af. Og við getum bara rætt það, en kannski hefur greinagerðin ekki verið nógu skörp þannig að maður hefur ekki fengið rökin með. En ég gæti nú alveg séð þetta fyrir mér að við tækjum snerru á þessu í stjórnsýslunefnd þá, ef að þyrfti að ræða þetta eitthvað til að koma þessu áfram. En takk fyrir. Bara til að forseta ágætu bæjarfulltrúar, bara til að gera greinarmun á flokki 1 og flokki 2. Flokkur 1, það er frammistaða í umhverfismálum almennt. Fyrsta lagi sérstakt frumkvæði og framtaki í umhverfismálum, öðru lagi metnaðarfull stefnumótun í umhverfismálum, þriðja lagi árangursríkt fræðslustarf á sviði umhverfismála og fjórða lagi sérstök viðurkenning samkvæmt ákvörðun dómnefndar. En flokkur 2, það er sem sagt frágangur og hirðing lóða eða athafnasvæða. Þetta er aðeins svona annað. Og það er fyrsta lagi nýbygging lóða og athafnasvæða, hirðing lóða og athafnasvæða, fyrirmyndar gata í bænum og sérstök viðurkenning líka samkvæmt úrskurði dómnefndar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég er nú bara fyrst og fremst hér til þess að taka undir tillögu bæjarfulltrúa Hjalta Jóns að það sé nú eðlilegt að fara aðeins betur yfir málið í umhverfisnefndinni og að við afgreiðum hér tillögu að vísa málinu tilbaka til umhverfisnefndar í lok þessar umræðu.
það alveg ljóst að það eru skiptar skoðanir málið og jafnvel heyrist mér nú að meirihluti bæjarfulltrúa hallist að því að við eigum frekar að hafa þetta í óbreyttu formi heldur en breyttu og tek undir þá tillögu, vísum þessu tilbaka í umhverfisnefnd og látum það fara betur málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þegar ég mætti á þennan fund þá var ég nú nokkuð sammála nefndaráliti þess að tveggja nefnda og ráða. Hafði svo sem ekki lagst í mikla vísindalega vinnu að kanna grundvöldi fyrir þessari breytingu. En eftir afar tilfinningaþrungna ræðu bæjarfulltrúa Kristjáns þar sem að hann spilaði á mína viðkvæmustu strengi þá sá ég málið í allt öðru ljósi og maður sér fyrir sig þessa nefndamenn, þessa tveggja nefnda sem mjög tilfinningakalda menn og ekki hugsa mikið stöðu mála í samhengi við efnahagsmál. En ég held að það sé fín lausn sem hér komið fram að endurskoða þetta með þau rögg að leiðarljósi sem að bæjarfulltrúi nefndi að við þurfum á öll okkar að halda til að kæta geðið þegar við siglum inn í erfiðan kreppuvetur og ég held að þetta sé ágætis innlegg í það. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla að taka undir þeir sjónarmið að þetta er mjög jákvætt að veita viðurkenningar fyrir það sem vel er gert og það kostar mjög lítið. En ég veit að það eru mjög margir sem að velta þessu fyrir sér og leggja sig í líma allt sumarið til að vera með fallegan og góðan garð því að bæði eru bæjarbúar á verði og skoða garða. Ég segi fyrir mig að ég hef verið seinpart sumars mjög að skoða garða, hverju líti nú vel út, hvort ég geti tilnefnt einhvern. Þannig að þetta er skemmtilegt bæði fyrir almenna bæjarbúa, líti kringu sig og skoða og líti eftir því sem vel er gert. Og eins fyrir þá sem eru mjög metnaðarfullir og vilja vera með fallega garða og ég þekki slíkt fólk sem bara er nú að vanda sig mjög til að koma til greina í þessa tilnefningu. Þannig að ég held að við ættum að akkurat kannski auka frekar svona jákvæða kostnaðar litla hluti sem að gera mikið fyrir svona bara egoið. Takk fyrir. Ágætu bæjarfulltrúar, það er komið fram tillaga um að vísa 9. lið aftur til umhverfisnefndar. Við byrjum á samþykkja þannig að gera verki. Þú er samþykkja. Það var komið að lóka í það okkur í dag.